ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, Sportþátturinn hérna með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 11:05 og við erum hérna komin aftur yfir í handboltan, en á morgun þá stórleikur í áttalegu úrslitum fyrir okkur Sunnlendinga sérstaklega, en það viðureign Selfoss og Haukar, og á línuna komin Tinna Sofía Traustadóttir. Komdu sæl og margblessuð. Hæ. Hvernig hefurðu það? Herðu, ég hef það bara nokkuð gott. Já. Hefur reyndar verið betri en ég hef ágætt bara. Já, þú ert búin að vera í einhverju leiðinda meðslum, er það ekki? Jú, ég nefbrotin, ég er 3 nef. Já. Þannig að það er óheppilegt. Þannig að þú lítur væntanlega bara ágætlega út, er það ekki? Jú, ég var mjög heppin með það. Það var ekki mjög skakt, sko. Það var mjög snyrtilega brotið. Já, það var mjög snyrtilega brotið. Já. En þú varst fyrir þessu hnjaski núna bara, er það ekki í byrjun árs? Jú, ég var búin að spila, var sem komið aftur eftir fæðingarorlof, ég var búin að spila 1 leik á móti Val og svo veit ég hvað það voru. Þú veist, milli 5 og 10 mínútur á móti Fram eða eitthvað, þegar ég fekk olnbogaskoti niður og bara stilla á. Já, og hvað er ekki hægt að setja bara einhverja Hannibal Lecter grímu á þig til þess að spila? Jú, já, nú eina grímu, sko, sem ég er búin að fá, búin að sérsmið á mig. En það er bara bannað að spila með grímur, bara stranglega bannað, og þeir gefa enga undanþágur því, ég er búin að reyna allt, sko, en það er aldrei að vita hvað verður hægt að tippa. Já, þannig að þú ert svona að reyna að finna lausnina á þessu. Það verður að koma í ljós bara morgun. Já, nákvæmlega. En það er allan að þannig að, já, það er áttalega úrslitin á morgun og það má segja að þetta sé einn af stærstu leikjum ykkar, því að þetta er bara spurning með Final Fourið. Já, það væri náttúrulega, já, eins og ég segi það, já, það verður bara algjörlega þannig, og það er ógeðslega gaman að koma í höllina, margir sem hafa aldrei spilað svona stóran leik, og ég meina það hefur verið sjónvarpsleikur og allt, og þú veist, flestar hafa ekki spilað sjónvarpsleiki hérna, þannig að það væri bara ógeðslega gaman fyrir okkur að fá upplifa eitthvað svona stórt og mikið, og ég veist þetta sé bara flott, allt flott í þessa helgi, og já, það væri sko bara æðislegt, ógeðslega skemmtilegt. Og já, það er nú rútuferðir í boði á morgun sem að, já, engin Sunnlendingum má missa af. Nei, ég sjálfsög ekki, og það kostar líka 1000 krónur í rútuna sem er fram og tilbaka, og það er, veit ekki hvort það sé myndi duga fyrir bensíninu til Hveragerðis, þannig að það er að gera bara að nýta sér þetta. Já. Mynda líka mikla stemningu, og við þurfum stuðning, það er alveg, við þurfum að fá fólk með okkur og við þurfum stuðningin, þannig að bara endilega allir að mæta. Já. Það verður skemmtilegt. Já, Selfossliðið í Ólisteild kvenna, þetta er það ekki rétt munað hjá mér, þetta er 3. tímabilið ykkar, er það ekki núna? Jú, þetta er 3. tímabilið sem við erum í Ólisteild, erum í, já, efstildinni. Og þið eru búin að halda, er það ekki bara, já, nokkuð einn sama hótnum frá upphafi, en þið hafi aldrei náðið það nokkuð að, því að ykkur tekst alltaf að vera svona ein og ein meita, þið hafi aldrei náðið það nokkuð sterkasta liðið ykkar frá bara stóðnum meistaraflokksins? Nei, ég held ekki, ég held að við höfum bara ekki náðu að tefla með þessu segir fram okkar besta liðið, okkar sterkasta liðið með öllum heilum, með öllum leikmönnum, öllum sem við myndum vilja hafa, bara síðan, já, aldrei örugglega. Það hefur bara örugglega aldrei gerst. Það virðist bara ein kemur inn og dettur inn og út, þannig að það er, nú næstu ég búin að ná því núna í janúar. Já. En það er eins og segir, það er alltaf eitthvað. Já. Það fylgir þessu. Já, en nú eru þið að, já, orðin er alltaf reynslunni ríkari, þetta er mjög ungt lið sem þið eru búin að vera með þarna, já, frá því að liðið kom þarna fyrir 2 ára síðan í deildina. Já, við erum með mjög ungt lið, elsti leikmann okkar fætt 88 og það er Carmen, hún er elst, og svo er bara, þú veist, 91 næst. Það eru hvað 23 ára. Já, þannig að ert þú gamla konan í hótnum, fætt 92? Já, ég er allavega, já, ég er í eldri kantinum allavega. Það eru allavega bara 16, 17, ég veit ekki hvort það sé ára, það eru 17 held ég hérna, sko ég heldur eitthvað 5-17 ára eða eitthvað, og þannig að, en það er bara, eins og þú segir, við erum allar reynslunni ríkari eftir með hverju árunum sem líður, og það er bara ógeðslega skemmtilegt. Setjum okkur langtíma markmið og horfum svolítið fram á því líka. Já. Þannig að það er eldast og þroskast, og við eldumst líka, þó að við erum nefnilega ekkert svo gamlar. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er bara skemmtilegt, það verður skemmtilega með hverju tímabilinu sem líður.
Og í þessum hópi eru, margar unglingalandsliðskonur. Já, ég veit ekki, ég hef ekki töl á því hvað við erum með margar og hvað margar hafa spilað bara með unglingalandsliðinu. Svo erum við með Hrafnhildi henni sem í allandsliðinu. Er að í hópi, inn úr hópi í allandsliðinu, skilur. Þannig að þetta er bara, þetta gæti ekki verið betra. Nei, nákvæmlega. En með því tímabilið í þetta árið þið eru í 9. sæti með 11 stig en ég man nú ekki hvað þið endur mörg stig í fyrra en það svona lítur allt út fyrir þið eru alltaf komið með hærra og hærra markmið því að nú eru þið bara að stefna bara beint í úrslitakeppni og ekkert kjafta þið? Nei, það er nú þannig sem það virkar að maður setur sér markmið og maður reynir að klífa svona upp tröppurnar og setja sér stærra og stærra markmið alltaf og það er nákvæmlega það sem við erum að gera og þú byrjar ekkert á að vera Íslandsmeistari, þú endar á því að vera Íslandsmeistari þannig að maður setur sér markmið og ætlar að ná einhverjum topp svo einn daginn og við stefnum að því að það er ekkert leyndamál en við stefnum að því að fara í úrslitakeppni núna og við erum bara nokkuð sátt með þetta tímabili. Það eru einhverjir 2-3 leikir sem við hefðum átt að vinna eða ná stíi úr en annað allir því skildu sigur og allt þetta er annars komið í höfn sko. Og þið eru með hinn fræga markmann Selfoss Sebastian Alsitorsson sem þjálfara. Er það kannski þið sem eru að halda honum bara svona ungum? Já, hann er enda heldur rosa duglegur að halda þessu ungum sjálfur sko og hann lifir svolítið í því að hann sé ungur en við höldum honum alveg á tánum. Því getið lofa þér. Nefnum við séum að gera hann gráhæra, það geti líka verið. Já, eru komin eitthvað gráhár þarna frá því að hann byrjaði að þjálfa ykkur? Ég held þú verður að fá að sjá það sjálfur bara. Það er kannski að fara að skoða það. Ég skoðaði nú ekkert mikið hárið á honum. Þú er ekki að segja til hérna. Nei, nákvæmlega. En leikurinn á morgun, fyrir þá sem vilja taka rútun á morgun, hvernig geta þér komist að því? Herðu, það er hérna svona Facebook-hópur, eða svona hópurinn á Facebook sem heitir Selfoss handbolti, það er að skráta sig þar og svo held ég, minni mig það er til að senda mail á handbolti@umfs.is og skrá sig það þannig og rúturnar fara kl. 6 frá Vallaskóla þannig að það er að gera að mæta tímalega, vera komin fyrir og það verða trommur og lúðrar og klöppur og alls konar í boði til að hafa með sér. Þannig að þetta er alveg ekta svona fyrir alla fjölskylduna að skella sig bara. Já, þú veist, og hvet foreldra til að fara með börnunum sínum sem eru að æfa handbolta og langar að fara. Það er svo mikil upplifun og það er svo gaman fyrir þau að horfa á okkur spila. Það eru við sem eru fyrirmyndirnar þeirra og þetta er gaman fyrir þau að fá að sjá okkur spila og fá svona stóra leiki og skemmtilega leiki. Og tala nú ekki að bara fara í rútu og gera svolítið gott úr sig. Það er náttúrulega upplifun fyrir þau og ótrúlega skemmtilegt. Og foreldruna verða að styðja börnin sín. Nákvæmlega. Og það er að gera að nýta eitthvað svona til þess. Þannig að á Úsvellir er líka risastórt hús og það er ógeðslega leiðist að spila og það eru svona 1, 2, 3 í stúkunni. Þetta er, maður þarf að hafa svona einhverja áhorfendur þannig að standi svona þéttu baki á manni. Þannig að endilega sem flestir að mæta. Ég trúi nú ekki öðru en að það verður full rúta frá Selfossi, Suðurlands undirlendinu. Þó þar væru 5 sko. Já, engin spurning. Nei. Þannig að þessi leikur hefst klukkan 7:30 fyrir þá sem kannski eru ekki búsettir á Selfossi eða Suðurlandi, þá er leikurinn klukkan 7:30. Já, 7:30 á Ásvöllum í Hafnarfirði. Já, þannig að með stuðningi þá eru þið að fara beint í Final Four. Já, það verður geðvikt. Nákvæmlega. Ég hef trúað því. Ég er ekkert vissum að margir aðrir hafi trúað í þetta liðsins en við höfum trúað því og það er allt sem þar. Og ég vona að Suðlendingar hafi líka trú á okkur og komin að styðja við baki á okkur. Það væri svolítið skemmtilegt. Nákvæmlega. Tinna, svona rétt í lokin fyrir þá sem ekki vita hver þú ert. Þú ert náttúrulega leikmaður Selfoss en áður komst inn á Selfoss þá varstu eða ekki í Fylki? Jú, ég spilaði í Árbænum frá því ég byrjaði handbolta, byrjaði þar og spilaði þar í Árbænum og spilaði nokkur ára með þeim í efstu deild og áður en ég kom á Selfoss. Og svo ertu bara búin að línt við Selfoss síðan þá, eða ekki? Jú, ég held að það séu nánast að kalla mig uppalinn Selfossing, þannig að ég er búin að vera hér og verð hér áfram. Ég fer ekkert, ég mun enda ferilinn á Selfossi. Nákvæmlega, enda er best að vera á Suðurlandinu. Það er dásamlegt að vera hérna. Á nokkra hlutregni.
Já, það er dásamlegt að vera þetta og ég er svo frábæri liði og þetta er svo frábæra stelpur, liðsveldin góð, við erum allar góða vinkonur að ég get ekki byggðið neitt meira en þetta, þannig ég sé enga ástæð til að færa mig nokkuð annað. Þetta er allt eins og á að vera hérna hjá okkur. Ef við rennum örstutt samt yfir hérna, tímabili Ólafsdeild kvenna, nú lítur allt út fyrir þetta tímabili sem bara, það er ekkert hægt að segja úrslit fyrirfram. Nei, þetta er eiginlega bara svona allir geta unnið allir geta tapað fyrir öllum og þannig að það er alltaf hægt að spá eitthvað svona hvaða liðið sterkar á pappírunum og eitthvað svona en það er bara til einskis sko, það virðast allir að geta stólist í alls það sem er ógeðslega skemmtilegt, það er loksins núna að verða eitthvað svona alvöru í þessum bolta, það er ekkert bara eitthvað 2 efstu liðin, svo kemur eitthvað smá miðja og svo neðstu liðin, það er orðið svona fyrir að verða jafnara og miklu skemmtilegra og vonandi verður bara ennþá jafnara í framtíðinni. Og það sést líka bara á markatölunni hjá liðunum að það er engin að tapa, sko, það eru voða fá lið sem eru að það gerist sjaldan það sem er eitthvað rúst eins og maður sá alltaf í kvennaboltanum á sínum tíma. Já, það er náttúrulega bara liðnum jafnari og deildin jafnari og svona og já, eins og segir, það er ekkert eitthvað 20 marka sigur eitthvað svona, það er bara þannig að það er að vera svolítið skemmtilegt. Nákvæmlega. Tinna Sofía, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að drífa sig núna, senda tölvupóst á handbolti@selfos.is og eða kíkja á Selfoss handbolti Facebook síðuna og panta sæti fyrir alla fjölskylduna, ömmunar og afa og frængur og frændur og fjölmenna í Hafnarfirðina morgun. Við búum til Suðurlandsskjálfta þar. Já, hlakka til að sjá alla í Hafnarfirðinum. Nákvæmlega. Kemur í ljós hvort ég spilið ekki, en ef ég spila þá skal ég gera eitthvað skemmtilegt fyrir ykkur. Þú verður kannski með samt Hannibal Lecter grímuna með þér, það verður gaman að sjá þig með hana þarna á bekknum. Ef ég er á bekknum skal ég vera með hana á bekknum, en þeir sem mæta fór bara að sjá hana. Nákvæmlega, bestu þakkir. Takk sem leiðir, leðir. Já, það held ég nú, þessi leikur klukkan 7:30 annað kvöld í Hafnarfirði, rútuna leggja af stað klukkan 6, endilega tryggið ykkur miða í rútunar. Við ætlum að fara núna aðeins yfir í körfuboltan og á línunni verður Teitur Örlygsson, hinn margþekkti körfuknaðismadur og körfubolta þjálfari. Hann er nú reyndar hættur í körfubolta en hann var nú eitthvað að draga frá skóna daginn held ég í einhverju góðgeramóti, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.